Barrskógarbeltið er ákveðið gróðurbelti á jörðinni. Þetta er á norðurslóðum. Ef ég teikna mynd af jörðinni hérna og Grænland og Ísland eru hér, Afríka og hérna er Asía, Kanada hérna og svo Bandaríkin, þá er þetta belti sirka hér á milli 50. og 60. breiddargráða. Þetta belti, þannig er aðalega barrtré, lítið lauftré, en barrtré eru sígræn allt árið. Þau fella ekki laufin eru ummynduð, eru orðin af vaxkenndum nálum, þannig að það tapast ekki út eins mikill vökvi yfir veturinn. Þannig að það er heppilegra að halda þessu heldur en að búa það til nýtt. Barrtrén eru aðlöguð að lífi á þessu svæði. Þarna eru kaldir snjóþungir vetur, meirihluti úrkomunnar fellur sem snjór og í barrskógi er mjög lítill eða nær engin undirgróður öfugt með við laufskóga, af því að sólin kemst bara ekki niður í gegnum þetta allt saman. Og þetta er minni tegundafjölbreytni heldur en oft í laufskógum, sérlega við förum að bera þetta saman við hitabeltisskóga sem eru laufskógar. Því að það er yfirleitt ekkert margar tegundir trjá, alveg nokkrar en ekki margar, og dýrin og fuglarnir sem að lifa innan þetta er ekkert rosalega fjölbreytt. Ísland er á barrskógarbeltinu, en hér vaxa engin barrtré náttúrulega, þau barrtré sem þið finnið hérna, til dæmis fura og greni, að þau eru aðflutt. Ein íslenska barrtréð er einir, sem er bara svona runni sem skriður eftir jörðinni. Ástæðan fyrir því að hér vaxa ekki barrtré náttúrulega er einfaldlega einangrun. Við erum eyja langt út í hafi, barrtré þau hérna fjölga sem er könglum, fræin er í könglum og könglar, þeir fara ekkert svo glatt á milli landa eða þar að segja yfir sjó, yfir á litlar eyjar eins og Ísland. Þess vegna þurftu menn að flytja barrtré hingað, þau komust ekki hingað að sjálfsdáðum.